Komiði sæl og velkomin í Gulli byggir hlaðvarpið því ég stattur hérna í podcaststöðinni í Kópavoginum í Nóa Sirius stúdíónu. Bíkó hefur í gegnum áratugina þjónað fólki og fyrirtækjum í framkvæmdum og þar vinnur þrautþjálfað starfsfólk með áratuga reynslu. Nýja uppstillingin í verslununum þeirra vægast sagt stórglæsileg. Frá því að ég var að vinna við uppbyggingu Smáralindar þá hef ég klæðst Snickers vinnufötum. Þau eru endingagóð, þægileg og svo svín lúkkamaður í þeim líka þar sem að hönnuðir Snickers fylgja nýjustu tísku. Þú færð Snickers vinnufötin hjá Haga, Stórhöfða 37 og á hagi.is. Málning hefur í áratugi þróað málningu til nota innan og utan hús. Allir palla og skjólveggja smiðir þekkja kjörvaran sem frábært efni á pallin og veggina. Kjörvara hægt að fá í fjölmörgum litum hjá málningu. Íspann Glerborg framleiðir hágæða einangrunargler og spegla fyrir allskyns glerlausnir sem henta heimilum og fyrirtækjum. Íspann Glerborg hefur verið fjölskyldufyrirtæki í yfir 50 ár og hefur starfsfólkið áratuga reynslu og tekur vel á móti þér á Smiðjuvegi 7. Síðast en ekki síst, Landsbankinn. Hann býður upp á lánamöguleika þegar kemur að framkvæmdum og ef þú átt ekki alveg fyrir framkvæmdunum akkurat núna, þá getur verið gott að tala við lánasérfræðing hjá Landsbankanum. Þá komið að því að ræða við tvo frábæra bólstrara, þau Þórhöllu Sólveigu Sigmarsdóttur sem rekur bólsturinn Þórhöllu á Smiðjuvegi og Ólaf Geir Magnússon eða Dr. Leður. Það skemmtilegt spjall hér framundan, ég get lofað ykkur því. Ok, já. Þórhalla, Ólafur, velkomin bæði tvað. Takk fyrir. Eigum að byrja á þessari mýtu eða allavega, þú veist, það einhverjir sem tala að sko bólsturinn sé deyjandi grein. Hvað segir þú, Þórhalla, um það? Ég nú bara ekki sammála því að ég held að tækifærin í henni séu einmitt núna. Að því við erum alltaf að tala um að nýta auðlindirnar okkar betur, nýta það sem við eigum betur og mér finnst mínir kúnnar vera að hugsa um það. Já. Að ekki bara stólarnir sem amma átti eða afi áttu af því að þeir hafa tilfinningalegt gildi, heldur bara líka þetta ég á stól sem passar heim hjá mér eða ég á sófasett sem passar heim hjá mér. Ég búin að búa í 40 ár og sófasettin sem ég get keypt út í búð eru bara alls ekki minn stíll. Allir sófar og stólar í dag, segir fólk, eru bara nákvæmlega eins, bara kassalega með þykkum örmum og mér langar ekki að eiga það heim hjá mér. Þannig að þá fólk alveg tilbúið til þess að endurnýja bara áklæðið og stoppið í gamla sófasettinu og bara hafa það sem passar heima hjá þeim. Og þetta, þú veist, við sem bólstrarar eigum að sinna þessu og náttúrulega auðvitað líka nýsmíði og nýbólstrun og að halda í gamlar hefðir. Þú veist, þetta mjög fjölbreytt hvernig við getum gert þetta. Já. Og þetta bara alls ekki deyjandi, þetta frekar og við þurfum að vera fleiri. Sko, það akkurat það sem ég að tala um líka, meina þannig. Það eru nýnemar. Þeir eru ekki margir, það ekki margir að læra þetta, eða hvað? Nei, sko, kannski ætla sé ekki svona hátt í 10 mann sem hafa útskrifast síðan að ég útskrifaðist 92. Já, 1992. En þú talar um deyjandi stétt, þú ert nú örugglega að vitni það að bólstrarasjófnir sem mjög gamlir og kannski verið lítil svona endurnýjun og það að vissuleiti rétt. Ég hugsa að meðalaldur bólstrar í dag sé svona mjög nálagt 70. Já, þannig að þú veist, 60 og 50, 70. Þannig að þegar maður sjálfur náttúrulega verða, ég 56 ára, verða það í haust, þá hugsaði ég bara, þessi gömlu kallar sem voru þegar ég var að byrja að læra, 15 ára, þeir eru ennþá að bólstra. Þannig að, en þú talar sko hvernig deyjandi stétt og Þórhalla talar sko að það sé verið að endurnýta og við séum náttúrulega mjög inn í dag bólstrara, ég algjörlega sammála þessu að því að ætla ég endurnýta ekki svona vörur sem myndur rúmast í svona 20 til 30, 40 feta gámum á hverju einasta ári. Þú endurnýtir? Endurnýti, já, við erum að laga leður, bílsæti, húsgögn, flugvélasæti og stóla og allt þetta sem að bara tengist bæði heimilinu og svo bílunum að við erum að endurnýta eða laga húsgögn og bílsæti sem að rúmast í þessum fjöldagáma, 20-30 fjöldagáma.
ég held nefnilega við bólstrar ættum allir að vera svansvottaðir og fá bara einhvern stimpil frá umhverfisráðuneytinu af því að við erum að gera ótrúlega góða hluti. Þórhildur, hvað fekk þið til þess að fara að læra þetta? Það ekki svo langt síðan þú? Nei, ég útskrifaðist semst fyrir 2 árum. Já. Og ég var nú bara svo heppin að mér var bara Þá 9 árin 25? Svona rétt rúmlega að ég var svo heppin að mér var bara hjálpað að taka þessu ákvörðun og ég segi það stundum að besta bréf sem ég nokkuð sinni fengi það var uppsagnarbréf í Arion banka og þá fer maður að horfa í kringu sig en svona áður en það var þá hafði ég unnið yfir mig og í því ástandi gerði ég gott betur að ég þarf alltaf að gera svolítið mikið þannig ég í kulnunar ástandi en í bataferlinu þá nægi því líka að fótbrjóta mig þannig að ég í kulnun fótbrotin og þetta bara held ég að besta sem hefur komið fyrir mig því þá fer maður að gefa sér tími að hugsa hlutina og síðan mér sagt upp hjá bankanum, mér reynda beðin að koma aftur geri það í smá tíma en finn þá bara þessum tíma í mínu lífi lokið og þá fer maður að opna augun fyrir nýju möguleikum hafði farið á svona hobbynámski í tækniskólanum það gefið gaman og alltaf gert mikið í höndunum foreldrar mínir, þú veist, pappi smiður og mamma alltaf að sauma og prjóna og allt þetta þannig maður búin að gera þetta frá mig að krakki og ég bara, ég ætla bara að fara að prófa að gera þetta rölti minn á vegstæði þar sem ég hafði hitt einn góðan bólstrara og kem til hans og segir, Loftur, ég ætla að koma og læra hjá þér og hann bara, hvað ætla þú svona gömul kelling að fara í þetta núna og tekur því ekki og allt þetta en við náðum saman og ég náði útskrifast fyrir 2 árum og núna, sem ég segi 2 árum setna ég bara kom með mitt eigið fyrirtæki í mínu eigin húsnæði og ég og maðurinn minn vinnum þarna alla daga og erum með eina danska konu sem nemi í bólstrun og kom til okkar og verður hjá okkur núna í hálft ár þannig að þú veist, það mjög mikið búið að gerast á þessum 2 árum og biðin hjá mér ansi löng, þú veist, ég get ekki lofa verkefnum strax á morgun en þú veist, það lúxusmál og ég bara ótrúlega þakklátt fyrir móttökurnar. Já, ekki margar konur í þessari grein eða hafa verið í gegnum tíðina? Við erum að taka yfir. Þið eru að taka yfir? Já, það orðið þannig? Já, ég ætla ekki að segja þessi sorglegt, það bara geggjað en málið til þess við vorum á að fundi hjá félagi bólstrara bara síðasta haust og það var kosið ný stjórn þetta náttúrulega búið rosalega mikið kallaveldi að það og það 3 manna stjórn allt konur fyrsta skipti það var bara, ég var mjög ánægð með það var mikið þrýst á mig að taka við formennskunni ég gæti ekki séð að ég geti ég átti ekki róðið í stelpjum, mér varst bara geggjað að fá bara konur í þetta þetta svona hálfgert kettlingadjóp þetta svona þetta þægileg innivinna 3 sæta sófi og tekur hann bara undir það það sem maður hugsaði bólstra 1 og 1 bak eða setu það kannski svona þetta getur verið snúið 1 með 3 sæta sófa en okkur spurður mikið, okkur fór ég að læra bólstra? Nei, það nú erum við að koma að því já, ok, málið að það ég var náttúrulega svona æxla belgur og bróðir hans pappa bólstrari Ásgeir, hann með sitt stóra flotta fyrirtæki og að framleiða húsgögn og endurbólstra og vinnu fyrir stór fyrirtæki með gardínur og alls konar dótar í með þessu hann einhvern veginn bara tók mig upp á sína arma hann svona eiginlega kippti mér út úr klíkunni og allt inni var ég bara orðin 15 ára að fara að sópa eitthvað bólstöðvegstæði og plokka eitthvað hefti og setum og ég er búin að vera í því síðan Þú félst algjörlega fyrir þessu eða var þeir þröng að þeim í þetta? Ég var ekkert að fara að vinna 15 ára ég ætlaði bara að fara að njóta lífsins maður kláraði skóla, grunnskóla ætlaði bara að vera að leika mér í sumarið allt í bara komin á bólstöðvegstæði vinna frá 8 til 6 þetta var glata dæmi en þetta var líklega mitt svona happaskref í lífinu það var með góðan mann sem að leiddi mig gegnum þetta og svo svona hefur maður alltaf byggt hana það bara sjálfur í framhald af því En þú útskrifast fyrir 2 árum aðeins lengra síðan að þú útskrifast þá þetta mér í hug þróunin í gegnum árin einhvern veginn sér maður það hefti pissa
og það hérna hvað annað? Skæri og dúkarhefar. En sko, svo við klárum þetta í sambandi bara eins og þróunna í sko, hvernig menn hérna hafa verið að útskrifast á bólstrunni, að það útskrifuðust þarna einhver kippa 1970 og eitthvað, svo útskrifust við 3, ég og Auðun bílabólstrari og Sigurjón sem með bólstusmiðin í Síðumúla, við útskrifumst 3, 92. Ég reyndi að klára skólan 88, það vissi engi hvernig átt að útskrifa okkur úr bólstrunni, þannig að við tökum sveinsprófi 92 og klárum það og síðan, og sko þegar við útskrifuðumst, það hafði enginn útskrifast í 20 ár. Já. Og svo bara líða ansi mörg ár þangað til næsta possjón kemur, sko. Og þá eru menn farnir að fara til Danmerkur og læra bólstrum þar, já. Og ég fer þá leið, sko. Já. Þú fórst þangað? Já, tækniskólinn hér með samning við tækniskóla á Jótlandi, og við förum þangað í einu enn og ég var svo heppin að þegar ég var úti í skólanum, þá kynntist ég líka, við fórum í svona intern í 2 vikur þessu sinnum á þessu tímabili og þá kynntist ég 2 verkstæðum og ég fekk svo tækifæri því ég var búin með skólan og áðun ég tók sveinsprófið hérna heima að vinna á verkstæði í Kaupmannahöfn og gerði það meira og minna í 8 mánuði og það var æðislegt og það var alveg svona make og break fyrir mig að vera þá stödd þar sem ég núna að hafa fengið þá reynslu. Hvað var það öðruvísi heldur en bara það sem við erum að glíma við hér? Í fyrsta lagi sko var náttúrulega verkstæði sem var lengst á, hann var mjög mikið í nýframleiðslu, þekkti sko eins og lóan á sér eggið og svaninn og sjöurnar og allt Fritz Hansen dóti, bara alla þessa klassík sem hún finnur í Epal, bara vissi upp á hár hvernig hann gerir þetta allt saman og bara tækni, hann rosalega svona lausnamiðar og bara elskar að geta fundið út betri aðferðir, fljótlegri aðferðir á þess að koma niður á gæðunum og bara maður lærði svona hugsun og eins með tækni áhöld, nota lím, þú veist, lím æðislegt í bólstrun. Sko bara, ef þú ætlar, segjum bara sért með æðislegan Hans Wegner stólört að hefta eitthvað flott leður frá Ólaund undir þetta og eitthvað, að þá viltu ekki bara hefta og svo skerðu eitthvað frá, þú getur nota lím til leðrina á, svo þú ert búin að fullkomna sætið, þá getur þetta ekki heftibyssuna að beða að hefta, af því þú vilt ekki hefta, rífa úr og svo er þetta bara eins og gata sig undir stólnum og þarna lærði ég að það skipti jafn miklu máli að stóllinn standi á hvolfi eins og hann standi rétt alveg eins og mamma kendi mér því ég var að sauma út að sko rangan á útsaumstykkinu á líka vera falleg þú veist, það er ekki bara ómikið fullkomna árátta þetta er bara eins og á að vera sko af því hún nefnir eggið ég hef skoðað það bara í vestlunum sko, ekki það ég eigi eitt sko þetta eignast já, það er nú reyndar á listanum sko, en þar er sko sérstaklega leðurstóllin strekt leður og saumarnir eru þannig að þeir eru svo beinir að þetta er bara eiginlega listaverk. Já. Þetta er list, þannig, þetta er list, en akkurat þarna lærði ég tækni, sem ég ætla ekki að uppljóstra hér, sem að þú veist, núna myndi ég treysta mér til að fara í eggið í leðri af því að ég er búin að sjá það gert og horfa á það og fylgjast með því. Auðvitað er ég lengi að því, en ég veit nákvæmlega hvað sporið á að vera stórt. Það er ekkert eitthvað dass þar. Það er bara 8 mm spor, ekki 9 og ekki 11 eða 7 eða eitthvað. Það er bara 8 mm spor og ekkert öðruvísi. Og og hvernig þú nærð strekkingunni, það er atvinnuleyndamál. Það er atvinnuleyndamál. En svona tækjalega séð, þá hefur þetta bara voða lítið breyst. Það er að segja, er þetta ekki mannshöndin bara sem kemur svona í 98%? Þetta er höndin og heilin. Já, það er þannig, já. Það er ekki að líta úr heilanum í þessu, sko. Nei, ok. En sko, auðvitað hefur þetta verið bara hamar og málband og skæri. Já. En ég, Þórallar, sko, hefur verið að ryðja brautina þess með því að koma með ný tæki og tólin á markaðin. Og ég held að hún verði bara að segja frá því sjálf hvað hann er búin að uppdata sig þessu, því að við hinir erum bara ennþá í gamla farinu, sko.
Já, það er einmitt eins og ég var að segja, hjá þessum manni sem var hann hjá út í Danmörku, hann var með allt, hann var með sko og uppsetningin og öllu, þú veist, þú gast bara, það var hitabissa þarna og það var svona þarna og þarna, þú gekkst bara að þessu, af því að við mögum ekki gleyma því að sko mínúturnar, klukkutímarnir skipta máli, af því að þú getur ekki verið að rukka kunnaðinn einhverju klukkutíma sem fari í það að þú sérst að plugga þessu inn og gera þetta og gera hitt, þú ert bara að geta gengið, þú veist, þetta er bara svo tannlæknastofan, borin er þarna, þetta er þarna, allt er í svona vinnufæri og ég legg bara mikið upp úr því að vera með góð verkfæri og til dæmis elskulegu foreldrar mínir, sem þau gáðu mér því ég útskrifaðist, þá þau gáðu mér hérna bandsög, bara alvöru bandsög, sem ég keypti bara í búð sem selur bara í byggingareina og ég keypti semst svampblað, þannig ég sker allan minn svamp í bandsög sem ég get hallað í 45 gráður, þú veist, og ég bara legg mjög mikið upp úr því að allur skurður á mínu svampi er beinn. Já. Það er engin kartöflugarðar þar sko. Nei, það er bara beint. Engin kartöflugarðar. Er kartöflugarðar hjá þér, Óli? Og þú veist, já, að því að þú veist, ef þú undirbýrð vel, þetta er bara alltaf sama sagan eins og þú þekkir örugglega í þínu starfi, ef þú undirbýrð vel, þá er eftirleikurinn auðveldur. Og það er bara þannig, þú þarft að gefa þig tíma í að búa til snið, ná skurðinu réttum, þá er minnsta málið að setja áklæði á. Það er yfirleitt minnsta málið í bólsturinn. Það er bara svona eins og að rúlla vegginn þegar búið að spaslan 4-5 sinnum og slípa. Já, það er bara þannig. Já. Ertu ekki svolítið sammála í þessu? Jú, ég er algjörlega sammála. Ég hef farið þess aðra leið í bólsturinni. Við erum á sikkur svona sviði. Ég hef mitt komið upp á vegstæði til Þórull áðan og þá var búið að strípa einhvern gamla stól sem átti að fara að fjadrabinda og eitthvað svona. Ég nenni þessu ekki. Nenni ekki að vera ríkur upp fyrir haus og... Nei, sko Helgi, maðurinn minn sem vinnur með mér, hann tekur það, þannig ég er ekki ágjörð því. Hann er rótarinn. Ég fer í neglur og ég er með fína neglur, hann sér sko hitt, sko, þannig að ég kann alltaf að vera áfram fín, sko. En talandum að bindi stól, einmitt þennan stól sem þú varst að skoða á þann, þá ætla ég nefnilega ekki gömlu leiðina. Nei, ég ætla bara að nota tæknina. Já, býtu, ok, útskýru þetta þurfum aðeins fyrir leikmannin sem veit ekki hvað þetta er hvaða húsgagn er þetta hvernig lísti þetta fyrir þér Óli, áður en að hún útskýri hvernig það ætlar að gera þetta þekki þetta, ég er alltaf bara að fara í gegnum þetta og búin að vinna alltaf á bólstöðvegstaði síðan ég var 15 ára og síðan marga svona stóla en þetta er einhvað sem ég lagði ekki áherslu á og faktist lærði ekki mér var kennt að binda þessa fjaðrir bara til að komast í gegnum prófið og síðan bara hef ég ekkert rækt á það. Þú ert að tala fjæðirna sem er inn í stólunum, gormarnir. Gormana. Og þá svo bindur þið yfir þá, er það ekki? Þeir eru bundnir saman, til að búa til ákveðna fjæðrun, sko. Ok, þetta er eitthvað sem er svona, sem er bara svona sérhæft? Já, þetta er mikil sérhæfing í þessu. Ok. Og svona, það eru náttúrulega, þetta eru flest held ég bólstöðvegstaði sem eru gefa kost á sér í þetta en ég er með svona öðruvísi bólstöðvegstaði auðvitað er ég að klæða fyrir veitingahús og klæða eitthvað stóla og svo framvegis en aðalega erum við í leður viðgerðum við erum að hreinsa og lita leður ég er að skipta bílkanta á sætum og upp í það allt frá brunagötum í sætum upp í það að klæða heilu bílana eða lita heilu bílana Svo hefur við séð flugvélarsætti fyrir Icelandair og Iceland Connect að halda þessu hreinu og fínu og við erum að vinna fyrir bílabraskara bæjarins og tryggingafélögin og svo frá. En færðu þá heilu þoturnar til þín bara? Eða? Nei, þeir bara þegar flugvélar hafa farið í C-check, ég er búin að sjá þessi sætti síðan 2012 og síðan keypti Icelandair reyndar ný kóver á öll sín sætti, með minnir þeir eigi 6.600 sætti og þeir keyptu kóver rétt fyrir COVID og ég hugsaði, ég fæ þetta svona 2022-2023 hugsaði ég þegar þeir keyptu þessi sæti 2019 en svo kemur COVID þá hægist aðeins á fluginu þannig að svona á næsta ári fara þessi nýju kóver sem voru þá að detta inn til mín
en ég sá sko þegar þannig að þú fær bara coverið þá C-check á stoppari 3 vikur og þá taka þeir bara 10, 30 eða 140 sæti úr vélunum og það komið með til mín og kannski bestu meðmæli fyrir Dr. Leður sem ég get sagt ykkur frá eru þau að Íslandi með eitthvað svona heimsreisavél í Asíu sem eru 50 sæti í allt svona hvítbólstrað og hún sem sagt staðsett í Kína þegar hún fór í C-check þá voru öll sætin skrúðu úr sem voru ekki í lagi og það var flogið með þetta í Keflavíkur það var keyrt upp á Krókháls ég lagaði þau við sem eru með Dr. Leður það að segja sætin í heimsreisavélinni sem var í Kína þið fékkst ekki bara cover, þú fékkst öll sætin já við fengum sérst bara þau sæti sem voru ekki í lagi aftur til Keflavíkur og svo til Kína það örugglega einhver kínveri sem getur lagað þetta en þetta voru mín bestu meðmæli sem ég fengið síðan ég byrjaði að vinna þetta er svolítið gott en þetta semst það sem við erum að gera þannig við erum alveg á sitt voru vægnum í fæinu þetta svolítið eins og bara í smíðinni og múraranum að fólk sérhæfi sig í eða hvað? Já, sko eins og ég sé kannski mitt fyrirtæki meira svona blandað þú veist ég að gera höfugafla við rúm þú veist ég að gera alls konar bekki og borðstofustóla og bara eins og þennan stól sem að Óli ætlar að hjálpa mig við eftir hádegi dag að binda í og að því við vorum að tala sko að binda í með fjöðrum bara alveg frábært og sumir elska þetta gamla handverk bara eins og gamalt handverk æðislegt ég meina torpaðirni voru líka alveg æðislegir skilur á sínum tíma þegar það var ekki til neitt betra mín nálgun á þetta frekar að hugsa að það orðið þróun í hráefni og það það sem við höfum að nýta okkur ef að það þjónar sama tilgangi skilja við og og ég mikið að nota annar hráefni, ég nota kókosmottur sem að ég set ofan á þessa fjaðrir þegar ég nota fjaðrir og segðu í staðin fyrir hvað? Kókosmottur í staðin fyrir svona lausa bara, við kallum þetta blór og bílar, þetta bara sem við kallaði þetta strá eða gras eða hei og það þarf þú bara að þjappa saman í mottu en núna árið 2024 getur þú keypt þessa mottu sko þú þarft ekki að fara að rígbinda niður eitthvað laust hráefni ullarló eða hvað sem Já, í gamla daga voru sko vegstæðin undirlögð af ryki og drullu þegar menn voru að tæta þetta í sundur og búa til að forma sæti sko. Af því að þú veist, þú gast ekki keypt neitt tilbúið en þú veist, vissulega vill maður reyna að nýta hráefni og hendir ekki góður hráefni en þú ert kannski með 50-60 ára gamlan stól og ég þarf ekki að útskýra það hvað mikið ryk og drulla í því sem þú tekur út. Nei, þú veist, ætla ég síðan að selja fólki fallegt og gott áklæði og mína vinnu og bara halda fram að hafa alla drulluna inn í stólnum, skilur. Já, þetta bara svona sprauta lakki yfir yðgaðan bíl. Já, þú veist, ég hef ekki geð á þessu og ég segi alveg hygglustu fólk bara, ég segi nei þegar þú skelli bara nýju áklæði yfir, gamla áklæði, ég bara, nei, það bara ekki þannig sem ég gerir þetta. Nei. Og ég hef svolítið tilengað mér orð, máks mín sem kokkur, hann hefur alveg oft verið beðinn að halda visslur og það er eitthvað budget í því og hann bara, já, nei, ég er bara ekki til að gera þetta. Ég vil ekki vera kokkurinn sem opnar rauðkálsdós, þú veist, og bera borð mat sem að fólki finnst ekki nógu smart. Ég ætla ekki að bendla mig við það. Og sama ætla ég að gera í mínu, þú veist, ég ætla bara að vera trú minni sannfæringu. Já, við erum dæmda verkum okkar, það er bara nákvæmlega þannig. Og þú veist, án þess að setja svo eitthvað háan hest, ég er ekki að meina það þannig, heldur að vera þá leiðbeinandi gagnvart kúnunum mínum og segja bara, ég held að þetta sé ekki gott og mér langar ekki að gera þetta. Ég segi alltaf sko, þú veist, þegar einhver biður með maður að laga eitthvað, ég er náttúrulega búin að er uppalinn í fæinu og maður þekkir alveg hvað eru góð húsgögn, hvað eru léleg húsgögn og maður segir bara hreint út við fólkið, já veistu, það borgar sig ekki að gera við þetta. Jú, getur ekki bara svona rétt svona bara aðeins gefið yfir seturnar og svo smá setur svona. Veistu, ég sagði, nei, veistu, fyrirtæki mitt er 16 ára. Já, bara ánaða kúnna, ég er dæmdur af verkum mínum og ég vil mikið frekar sópa bara fyrir sjálfa mig heldur en að vera
fúska eitthvað. Já. Að vera fúska þá áttu fljótur að brenna undaði lappirnar, sko. Bara enga veginn, sko. Þarft þú að vísa kúnnum og stólum út úr vestæðinu hjá þér líka út af þessu, eða? Sko, ég hef sagt við mannesku sem var einmitt með stól og vildi fá á hann leðurlíki og ég sagði bara því miður, ég var ekki til í að gera það. Af því bara mér fyndist að ekki koma fallega út og náttúrulega ég hef algjört ánæmi fyrir leðurlíki, skilur, en stundum á það við, en þú veist, þú kaupir ekki fallegan stólinn í stofu og settur á hann leðurlíki. Ég bara, þú veist, mér finnst það ekki koma fallega út og ég treysti mér ekki til að gera stólinn fallegan. Já, þú hefur viljað freka setja leður á hann. Já, annarkvort leður eða bara tauga áklæði. Og þá yrði hann fallegur, hann yrði fallegur í leðri og hann yrði fallegur í taugi. Já. Við nefndum hérna eina klassík á þann sem eggið, önnur klassík, Chesterfield, sófasettin og stólarnir. Og fyrir þá sem ekki alveg vita hvernig sófasetti við erum að tala og það eru þessi sem er sko fullt af nöppum í. Djúpheftir. Hvað segir Hefting. Djúphefting. Já. Það er svona eitthvað af þessu til en þá. Þetta var svona flottum heimilum, flottum fyrirtækjum í viðstofum í bönkum og svona. Er þetta degi út eða? Nei, þetta í framleiðslu ennþá, þó að sé ekki einhver Chesterfieldar sem að flæða hérna til landsins, en þeir eru til ennþá samt. Og svo hafa menn nú verið Íslendingur, Ragnar Björnsson sem að framleiti svona Chesterfield, svona eitthvað lookalike. Og ég fæ mikið að Chesterfield sófasettum í litun til mín, sko, en þetta eru erfiðustu settin til þess að lita. Það þarf að lita í öll brot inn undir alla hnappa og þetta er svaðaleg vinna, sko. Og á mörkunum að borgið sér bara kannski, eða? Já, það er alveg á mörkunum, en sumir eiga bara meiri pening en aðrir og vilja splæsa í þetta, og ef að leðrið er gott í þessu, að þá er þetta alveg aðgerð sem borgar sig að gera, því ég hugsa góðu Chesterfield, 2 stólar og 3 sæta sófi, þetta losar örgulega góða 3 milljónir í dag. Já. En svo eins og að því að Óli náttúrulega í þessu leðurstúsi og þú veist ég er einmitt með eitt kuna núna sem að ég er búin að beða hann að koma með púða til mín til að sýna mér. Að því ég á svo erfitt með að trúa því að leðri sé ónýtt, að því ég er búin að sjá myndirnar, en ég geti vel trúið að allir púðarnir innan í svampurinn og það sjónýtt. Þess vegna er allt orðið hókað. Þannig að ég ætlaði að beða hann að koma með þetta til mín og sína mér, að því að þá er bara þessi samvinna á milli 2 aðila, að þá bara segjum við hann, heyrðu, við látum bara Óla lita eða bera á eða það sem þarf að gera. Ég sé að græja nýja púða innan í. Þú veist, það var kannski bara styrkleiki minn, nota í bandsauðina og nýju sauðina og þú veist, að því að það má heldur ekki henda einhverju sem þarf kannski bara litun eða einhverja smá umhyrðu. Ég er alveg ófeimið við að benda á kollega minna, ég veit alveg í hverju ég er sterkur og svo bendi ég bara á hina. Og ég veit alveg, þetta er svona, ég kannski er ekki strangtrúaður, en ég trúi svona á karma. Ef maður svona hendir þess út í kosmosi bara, ok, ég vil bara Þórhalla gera þetta, og eins og með Sigurjón í síðumólunum, hann er að framleiða belti og laga töskur og ég fæ sko 1000 kettlingar til mín á ári með Louis Vuitton tösku sem vil láta einhvað aðeins dubba töskurnar sínar. Ég bendi svo öll á Sigurjón. Þetta dót, bólstrun, einhvað, það fer bara þangað og vísa þessu bara á rétta aðila. Ég reyni að stytta kunnanum mínum leið að góðri niðurstöðu. Ég held að það sé algjört lykilatriði. Svo líka bara eins og ef ég horfi bara mitt fyrirtæki, ég vil hafa allt voðalega fínt og alltaf erum að undirbúa semst að hafa móttökuna hjá okkur skemmtilega, þannig að til dæmis innan hús hönnuður og þeir sem er að hann eitthvað geti komið bara sest niður í róleitum, ég er með fullt af bókum og blöðum og mikið úr áklæði, þannig að þetta værið ekki svona þannig að þú lappir inn á
á svona beintin á gólf í alla sótana. Já, veist. Er það meina eins og hjá mér? Nei, þetta var bara smá smá. Nei, er það ekki það sem að nákvæmlega það sem þú varst að tala áðan, fyrir á sikkur og mendan kannski með spýtunni? Og þannig að núna meðan ég sitt hér sko, þá er Helgi maðurinn minn að festa upp nýjar stangir fyrir alla pröfurnar. Já, skil. Og þetta gerir maður bara í róleitum, þú veist, ég með ákveði markmið hvernig ég ætla að hafa þetta, en ég ætla bara að fara rólega að því bara eins og efna ástæðu leyfa, sko. Þannig mér finnst skipta máli að fólk komi inn til mín, geti bara hengið gott frelsi að skoða það sem ég hef upp á að bjóða og geti valið í róleitum. Ég þarf ekki að hanga yfir þeim, þú veist, ég get svona styrt þeim á stað og bara fólk geti haft tíma. Ég held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur öll sem erum að reka fyrirtæki að fólk sem að kemur til okkar, að það verði fyrir ákveðnu upplifun. Eins og fyrir þig, þú ert að gera allt fóða snirtelt og fallegt og svona, ef fólk sem kemur til mín, það bara dettur beintun á vegstæði til mín og það bara, er það lita leður? Þú veist, það þarf að labba í gegnum sko og framjá sprautuklefunum mínum og vinnusvæðinu áður en ég get selt í Dr. Leðurkassan sem að inni heldur sápu og næringu. En það er ákveðin upplifun líka. Já. Það er bara alltaf góði lagi með það. Og það er sko, hérna sko, fólk bara, og gera þetta og markmiði mitt og svona rauði þráðurinn í rekstrinu mínum fyrir utan það að borga reikningur réttum tíma og borga laun og lífeyrissjóð er það að fólk verði fyrir upplifun. Sko, ég tók að mitt eftir þessu þegar ég er búin að koma nokkur sinnum til því þá horfði ég á sófasetti og ég er þetta ekki ónýtt? Nei. Hellingur eftir. Já, bara aðeins að massa þetta. En þá komum við kannski að þessum efnum. Þú veist, leðrið, það er sterkast, eða ekki? Eða hvað? Jú, það er sko endinga best, eða hvað? Já, sko, málið það er til frábært áklæði, en ef við tölum leðri per se, þá hefur nú komið upp svona alls konar ólga út allan heim og grænfriðungar hafa barist gegn leðrinu og drepa dýrin og allt þetta, við getum kjöt og við þurfum að gera eitthvað við hráefnið og það sem maður fellur af og það er fínt að bara búa til leður og nýta það, en það hafa komið í gegnum tíðina, maður er nú eldri en 2 vetri í þessu, komið í gegnum tíðina alls konar efni sem eiga leysa leðrið af hólmi en alltaf kemur gamla góða leðrið aftur og ég segi það að sko fólk segir við mig getur ekki laga fyrir mig sófasett, það er sko 55 ára og ég skoða settið og það er alveg þess virðið að gera við það og svo kemur fólk til mig sem ég er með 4 ára gamalt sett úr einhverju X-búð getur þú lagað fyrir mig? Ég segi, því miður, þessi er ekki við bjargandi, það borgar sig ekki að laga þetta. Það er alltaf verið að finna upp svona einhverju ódýrari aðferð til að framleiða húsgögn fyrir okkur og það kemur niður á gæðunum. En leðrið kemur alltaf inn aftur. Ég er alveg sammála með þetta, sko, og það eru ákveðna verslanir sem selja mjög mikið að, eins og maður segir, vínil húsgögnum og það er náttúrulega mjög mikið í sömu búðurnar og við þekkjum það alveg. Og og semst leður líki er bara, þú veist, þetta er bara nokkra ára ending og við talum ekki með þetta fyrir svolítið í sólbað og þú veist, þá bara slitnar þessi þunna húð af en þú átt erfitt að gera það með beljuna, skilur þú þarft að fara niður í gegnum allt, sko þannig að en svo er aftur í bara ullar áklæðum eða bara venjulegum áklæðum að þar getum við verið með bara mjög sterk og góð áklæði. Já, ég maður sé bara 50 ára gömul pluss áklæði sem sófasett sem eru bara í lagi ennþá. Ég menna sjáu bara sæti í Hörpu eða Háskólabíó eða eitthvað. Þetta þarf að þola slatta, sko. Já, það eru sterk áklæði. En leðrið náttúrulega hefur það fram yfir að það er náttúrulega auðveldast að þrífa af því. Það er ekki sama sem hvernig það þrýri sko. Nei en þú getur tekið mjólkina og þvegana og allt þetta og það margir er að horfi í það en þú veist ætlar þá bara aldrei að gera neitt úr tauja því að getur hugsalega mögulega einhvern tímann eitthvað helst niður. Talað tau, þróunin þar hún hefur orðið svolítið mikið breyting núna hvað undanförnum 10 árum eða 15 náttúrulega, ég veit ekki hvernig það er fyrir 15 eða Óli, ekki þín en svo, það er náttúrulega mjög mikið hjá áklæðisframleiðendum í dag að nýta hráefni og allir eru komnir með áklæði úr endur unnu annarkvort það sem fellur til við aðra framleiðslu eða endur nýting á gömlu áklæði og eru farin að taka við því en auðvitað, við búum að norður Ballarhafi, skilur við
Þannig að við erum svolítið erfileikum háð með því að koma þessu beint á þennan stað. En ég legg mikla áherslu á það hjá mér. Ég flokka allt. Ég tek allan áhreinan textil í sérpoka, hreinan í sér, merki það og það fer bara allt í textilgám. Þannig að ég var búin að tala við þig hjá Rauða krossinum hvernig þið vildu að ég myndi merkja þetta. Þannig ég vil að sem minnst af því sem fer frá mér fari í landfyllingu og ég hef bara virkilega metnað fyrir því. Þannig að við gerum það. Ég með dall fyrir málm og plast og pappa og bara allt eins og ég mögulega get. Já, alltaf miklu meira sem að svona gengur undan þér svona dóti heldur mér. Já, ég held það nefnilega. Því að ég er náttúrulega ekkert að rífa af og allan í mjög svona, litlu mæli. Ég er náttúrulega bara að laga mublin eins og hún kemur hún og góti. Akkurat, en ég er að hreinsa innan úr. Já, ég fekk kannski með 2 svona svarta ruslapoka á viku. Já, það er meira svona 2 á dag. Og það er ekki meira? Nei, það er ekki meira. Jaha. Þannig að maður er bara með svampúr heilu og hálfu hús sko sófasettunum það þarf að farga því og náttúrulega alveg þú veist heilmikið hráefni sem fer í förgun en það þarf líka heilmikið hráefni í að smíða allt saman nýtt og ég tek stundum bara dæmi einn af þeim fyrstu kunnum sem kom inn á vegstæði þar sem ég var að læra að kemur ung stúlka með svona retro barstóðstól, skrifstofastól og vildi láta skiptum áklæði og setja á baki nema meistarinn minn segir heyrðu, þú þarft örugglega að borga mér meira heldur en kostar að kaupa nýjan stól og hún bara það er ekki málið í þessu og svo hér á ég þennan stól og ég vil bara láta gera við hann heldur en láta flytja nýjan stól frá Kína fyrir mig þannig að hún setti bara sama pening í þetta og þetta finnst mér falleg hugsun og hugsun sem eigum að tilenga okkur að því að það koma margir og segja bara hvað kostar bara 100.000 krónur meira að kaupa nýjan stól ég alveg bara ég þarf að rífa gömlu bólstrunum af setja nýja á en í nýsmiðinni þá byrja þeir bara að þeir setja nýju á þeir þurfa ekki að taka þessu gömlu af og ég skil alveg hennar hugsunahátt en á sama tíma getur maður sagt en viltu ekki eiga hennan ekstra 100.000 skall í eitthvað annað ef þú sparaðir 100.000 er það ekki bara mjög gott þannig að þú veist en þá kannski komum við að þessu sko með kostnaðinn fólk kemur inn með eitthvað stól eða sofasett og eitthvað og svo kemur að því að semja og ég hef bara frá fyrsta degi bara sagt við kúna minn sem kemur inn með eitthvað mublutími segi, herðu, þetta kostar þetta bara hann á þá völun og kvöluna nema hann hætti við allt saman eins og maðurinn þannig að kúnni minn bara, ég segi hann bara þetta kostar þetta og skekkjumörkin eru kannski ef við erum að tala einhverja kannski 100 eða 200.000 þá eru skekkjumörki svona 10 til 20.000 þannig að hann veit nákvæmlega hvað hann er að fara út í og ég stend alltaf við þau verð sem ég gef mínu kúnnum upp og það er rosalega þægilegt af því að það leiðilegsta sem við gerum iðnaðarmenn það er að fara að reikna út tíman okkar og fara að rukka aumingjasfólki sem að því kannski hefur einhvað auðvitað sum verkefni sem að ég hef ágætlega út úr og önnur minna en kemur aldrei fyrir að viðskiptavinurinn fá svona er það svona dýrt? Eða... Jú, það er fólki finnst ef það heyrir einhverja tölur það segir, ok ég reiknaði nú kannski ekki alveg með þessu en því miður, þetta er bara þetta dýrt þetta tekur þetta langa tíma og svo framvegis allt unnið í höndunum en ég segi líka, eins og ég sagði áðan í staði fyrir það að vera að taka einhvað niður fyrir mig og rukka of lítið þá vil ég freka sópa fyrir sjálf á mig ég held að það sé ágætt fyrir okkur bólstrana, við höfum kannski verið svolítið að berjast við hvort annan í svona tilboðum og slíkt sko og gapið þar á milli hefur verið oft eiginlega svífirilega hátt sko mikill munur mikill munur, ég meina menn hafa sko kannski 10 miljónir króna verkefni sem er búið út kostnaðaráætlun 10 miljónir það er einhver sem býður sko 6,5 og annar sem bauð kannski 13 þú veist það er svolítið mikill munur sömu iðnaðarmennir sem þurfa að gera sömu hlutina sama efnið og svo framvegis þannig að ég hef aldrei skilið þetta ég vil mikið frekar hafa bara eitthvað út úr í sér að gera heldur en að vera að gefa vinnuna mína en Þórhalla, ég get ímynda mér að þú fáir kannski meira svona af gömlum sofasettum sem þarf eins og sagðir taka innan úr og strekki bá nýtt og svo framvegis hver er svona viðbröð fólks þegar sko, ég held að fólk sko
í flestu tilfellum gerir sér grein fyrir því að þetta kostar og ég segi alltaf sko, ég vinn í tímavinnu, ég get gert grófa áætlun og því að ég held að ef maður ætlar að fara að segja, þú veist, í þessi stærri verkefni sem ég með, segjum bara svo fyrst, þú veist ekkert hvað býður þín. Þetta svolítið eins og að fara til tannlæknis að þú þarft að geta tekið röntgamynd til þess að geta sagt hvað að. Þannig ég get ekkert sagt að finn ég byrjaður í VAF og þá verður ég bara að gera fólki grein fyrir því, þú veist, ég geti verið með eitthvað svona max þetta mín áætlun. Síðan byrja ég að opna og ég sé að þetta eitthvað miklu meira og ég bara nýbúin að vera í þeim aðstæðum. Svo ég hringi fólki og segi bara við erum ekki að fara að geta gert þetta svona. Það þarf að gera allt upp á nýtt. Þá fór bara fólk að endur með þetta og þau ákveða að hætta við. Þau voru búin að kaupa sér áklæði fyrir milli 400 og 500.000 í stórt sett. Búin að borga með það og allt. Veitu hvað ég að gera? Þau bara, þetta voru líklegast flottustu konar sem ég fengið, af því að þau skildu þetta 100%. Nú hefur þau bara fullt áklæði sem ég með hjá mér og að búin að selja hlut af því, en þau skildu þetta alveg upp á hár. Að þú veist, þau get ekki bara bakka út og ég ætti að fara að endurgreiða áklæði, ég get ekki gert við það. Þú veist, þannig maður vona óvon að losna við það aftur. En það þú veist, maður verður bara að gera fólki grein fyrir því að þetta getur tekið alls konar beigur, þú byrjar að rífa af. Þannig að, þú veist, maður bara upplýsa sig mest og alveg eins og þú verður með bílni viðgerð, það hringt, heyrðu, það brensuborðarnir og það þetta og það hitt. Ég laus við þetta. Ég laus við þetta þegar ég náttúrulega bara með mublun fyrir fram að mig, það sem ég þarf að gera allt útvortis. Akkurat. En ég og lítið innvortis. Einmitt. Þannig að ég sé alveg fyrir fram að mig hvað ég þarf að gera. Auðvitað þarf ég stundum að skipta svamp eða eitthvað í settum sem farin að síga eða strekkja á borðum eða skiptum borða en svona 99% af því sem ég vinn, það sé ég og get metið það með augunum. En það sem þegar ég að hugsa tímana og að því að ég bara það nýju fæinu, að þá get ég ekki sagt sko, þó ég segi sko ég vinn í tímavinnu, að eitthvað sem ég kannski 10 tíma að gera, en ef ég væri búin að vera 3-4 ári fæinu, væri ég kannski bara 6 eða 8 tíma að gera þetta. Þá rukka ég fólk bara 6 eða 8 tíma. Af því að kunnarnir mínar geta ekki borga fyrir það að ég sé ennþá svo hæg. Þannig að ég tala oft við bara mér eldri og reyndari, hvað finnst ykkur vera rétt í tímafjölda. En þá komum við að því, gamla og nýja kynslóðin, að þessir fullorðnu bólstrarar, þeir unnu svo mikið akkursvinnu. Þeir fengu bara klukkutíma fyrir að rífa af, þeir fengu 2-3 tíma fyrir hvert sæti, þú veist, það var til einhver svona uppmælingar tabla. Það er gamlu góða bókina bara. Heyrðu, það bara ennþá verið að horfa í þetta. Og það ekki, mér finnst það enga veginn rétt nálgun, nema þú værir í akkursvinnu og væri bara alltaf að gera sama stólinn. Þú veist, það áttu örugglega rétt á sér þá. Bara eins og þegar pabbi var að smíða og hann var í uppslætti, þá var það einhver svona uppmæling eftir einhverjum metra eða eitthvað. Textum, En þegar þú ert að gera aldrei 2 stóla á mánuði, þá getur ekki verið með eitthvað svona. Þú veist, þú ert alltaf hoppin í nýtt verkefni. Þú ringir ekki mig, ég get sagt þér nákvæmlega hvað það þarf að kosta. Herðu, en svo ég bara búin að læra það, að í þeirra tímum þá reiknaði aldrei með að taka gömlu bólstrunina af. Og þú veist, og þetta alltaf örugglega 30% of lítið. Og svo náttúrulega kemur að þessu, eins og ég og Óli, við erum að reka fyrirtæki, við erum með húsnæði eða leigu eða hvað sem en það líka rosalega margir heima í bílskúr að vinna. Með enga yfirbyggingu. Og það bara eins og í öðrum rekstri erfitt að vera í samkeppni við það. Á hvaða forsendum fólk að vinna. Og það náttúrulega hinn frjálsi markaður. Auðvitað á það að vera þannig. En þú veist, þannig að þá kemur stundum fólk að segja að þessi nú tilbúin til að gera þetta fyrir þetta og eitthvað, maður bara þú þá ekki bara drífa þið þangað og bara flott. Ég held nefnilega sko, við bólstrarnir við þurfum að vera meira samstíga með verðskrán okkar. Nei, við megum það. Við megum það ekki, nei, við þurfum samt að vera, en sko, nei, ég held að við eigum bara allt og miklu á okkur sko. Við eigum bara að láta hlutin að kosta það sem kosta. Akkurat. Og líka að útrýma þessum hugsunarhætti sem ég svona gerir þetta fyrir fólkið af því að það var árið 1950 og 60
þegar engin átti neitt og þegar að gömlu bólstrarnir hérna sem voru að læra voru sendir upp í mjólkursamsölu til að ná í hálm af því að mjólkursamsöluna hafði verið að flytja glerflöskur undir mjólk og þá kom náttúrulega einhver hálmur hérna í einhverjum trékossum, þá voru þeir sendir þangað til að sækja hálminn til að nota í sæti. Þú veist, auðvitað átti það við þá að fólk var líka að hjálpa stað til að hafa það af. Við erum kannski ekki alveg í þeirri stöðu í dag. Þannig að, þú veist, við verðum, og ég til dæmis með bara svona ákveðna verksæla á mínu verkstæði og við erum samstífað í því hjónin, við erum meja og vok, sko, við pössum upp á að hafa ekki hérna. Ert þú mejan? Ég er mejan. Já, ok. Og hérna, að, þú veist, bara eins og hráefni sem þú notar í verk, þú þekkir það örugglega í þínu starfi sem smiður, að ef þú hefur ekki kontroll á því hvað hráefni þú ert búin að nota, þá er hætt við að gleymist að rukka. Og við bara erum með það alveg skráð. Kúnnarnir okkar sjá bara alltaf nákvæmlega hvað ég notaði mikið svamp og hvað ég notaði mikið vatn og þú veist, og fólk borgar bara fyrir það. Já, en þegar ég talaði sko að hérna við þurfum að vera samstíga í sambandi við sko hvað við erum að taka fyrir hlutin okkar, þá ætla ég bara að tala tíman okkar. Já, hvað eru menn að rukka á tíma? Eru menn ennþá að rukka sko 6.500 á tíman eða hvernig vilja menn hafa þetta? Og svo ert þú kannski 4 tíma að gera eitthvað og ég er 6 tíma og þá er ég náttúrulega dýrar en þú. Þannig að þá kunnin bara á völun og kvöld. En svo er þetta líka velleggja sig, mjög staflega ógeðslega erfitt, ég fara að grenja Mér finnst það ógeðslega auðvelt og þér finnst það erfitt. Mér finnst það erfitt, sko, ég bara hérna svona bara dæmi þetta, þú veist, eins og Helgi sagði daginn, Þórla, þú fyrir alltaf að grenja þú býr til reikningar og já, við það ekki hann sagði, farðu fyrir að grenja yfir stöðunni á bankareiknum þínum, skilur þú fer ekki að grenja Óli ég er alveg glerharður í þessu að því ég veit bara, við náttúrulega sko eigum bara ánaða kuna. Allavega ef ég myndi eiga óánaða kuna, þá væri ég búin að lesa það á netinu, það er alveg 100%. Já, ég skil. En ég er akkurat þar, það er engin kvarta yfir reikningunum. Nei. Þannig að þú veist. En er það ekki vegna þess að fólk er búið að fara í gegnum í höfðinu, já það kostar þetta að laga þetta. Jú. En svo er það líka bara hoppandi kátt. Ég ætlaði að spyrja þig að því, sko. Ykkur bæði, það kemur kannski fólk til þín, þá er alltaf með eitthvað frá af og ömmu sem það þarf að gera upp, það velur á það efni og það er svona alveg á mörkunum að tíma að splæsi það viðgerina og eins með leður sofasetti þín Óli. Svo kemur það að sækja vöruna og þá bara glaður eða glöð skal ég borga þetta. Það er bara svo og það er líka það sem er gaman við þetta, maður hjálpar fólki að endurheimta. Þú veist, auðvitað tíman, gamla tíman og þú veist, flestir er nú að gera þetta vegna þess að það er þægilegt að sitja í þessu og þetta hefur eitthvað ákveðið tilfinningalegt gildi en ég held að þú sért ekki bara að því út af því. Þú hlýtur að það er einhver mikið löngun, sko. Ég hef aldrei sagt þetta opinberlega en ég skil reyndar ekki fólk sem sko tengist húsgögnum tilfinningaböndum. Ég bara skilur það ekki, sko. Það er óskilja. Ég ætla bara að reyna að skilja það. Ég satt alltaf í þessu stól og hvað? Stóllinn er ónýtur. En er þetta ekki bara svona þú getur þá tengt við einhverja gamla góða tíma. Ég held þetta sé svolítið þar. Sko langamma mín satt með mig í fanginu og spilaði á orgel og ég með mig fyrir fram að sig og tók ég hendurnar á mér og let mig íta á okkur að takka og hún var með fylltislausan kamel í munnvikinu og ég var allur í reik. Mér finnst þetta æðisleg minning en ég þarf ekki að eiga píanóstólinn eða orgel sem píanóstóli sem er örugglega ángar af reykingalikt. Ég er reynd að leita til þín varðandi það, ég veit ekki hvað þú segir um það, Þórhalla, að það er ákveðið verkefni sem er í gangi núna í Gullibyggir, það sem var reykt í húsinu í 100 ár og all húsgögnin voru ángandi. Er hægt að ná reykingalikt úr taujáklæði? Ég held ekki, sko. Ekki? Ég held ekki. Það er erfitt, en það eru til efni sem eru til sölu á Dr. það getur unnist með því, en nú tek ég bara dæmi að því að foreldrar mínir eignuðust útsemsmynd af heimilið það sem var reykt í áratug og það bara er ekki hægt að hafa þessa mynd inn á heimilið. Hún er bara enn út í bílskur og hún er búin að standa úti, skal ég segja ykkur, í alls konar veðrum til þess að þetta bara fer ekki úr. Nei, annar dæmi með sambandið svona lykt og mín efni sem að ég með Dr. Leður lyktareðurinn, að það kveiknaði í hjá
Bakkavarabræðurum út á hérna Örfirisey, kviknaði þakið húsi og þeir voru með húsgögn inn á skrifstofunni. Ég var fyrirtæki sem að kveiknaði, ég ætla ekki að segja hvað fyrirtæki Herðu, þeir voru með húsgögn á skrifstofunni fyrir slattað milljónum. Þar var Svanurinn og alls flotti skrifborðstólar og svo framvegis. Þarna voru menn búin að koma þarna frá hinum og þessum ræstifyrirtækjum að þrífa og græja og gera fyrir tryggingarnar. En einhverju hluta vegna þá hringdu þeir ekki fyrst í mig, þeir hringdu fyrst í þessa gæja. Svo kem ég með mitt tím þarna niðrittir og við erum með sápun okkar og lyktareiðirinn og næringun erum að vinna þarna heila helgi. Hún var mjög pikki konan á skrifstofunni sem ég skildi bara mjög vel að því að það voru dýr húsgagnanna. Og tryggingarnar fengu bara, það var bara dellan á því, herðu, ef þetta ekki klárt á mánudaginn sáum, þá verðið þið bara að greiða okkur út. Við tókum þarna helgi, græðum og gerðum og þegar hún mætti í vinnu á mánudagsmorgni þá sagði hún, Ólafur, þú og þínu menn þið eru snillingar. Þannig að láttu mömmuðin að hringi í mig út af þessari mynd. Voru þetta ekki allt saman leðurhús? Jú, þetta voru leðurhús. Já, það kannski einfaldara. Ég myndi halda, kannski að þú nærð svona meira að meðhöndla, Já, akkurat. En ég búin að fá til mín til dæmis fyrirspurn þar sem að fólk var með egg og það hafði farið með það í hreinsun. Ég veit ekki hvort þú þekkir það að hreinsa tau. Já, einmitt. Það bara, og svo ég búin að fá fleiri. Það losnaði ekki límingin og þú veist, ég segi bara, þú veist, það kemur bara að þeim tíma að bara alveg eins og gallabuxnaðin að verða ónýtar, að þá verður bara áklæði á húsgögnunum líka ónýtt, sko. Það bara þannig. Og gerum bara ráð fyrir því, alveg sem hvort það leður eða tau. Það bara, allt þarf að endurnýjast. Það þegar maður fer að bleita upp í gömlum áklæðum sem til dæmis límd á eins og í eggi og svani og svona, þá losna límingin. Alveg eins og sko, mín megin ég náttúrulega að díla við til dæmis að toppa í bílum. Ef þú ert að þrífa topp í bíl og bleitir í honum, þá fellur hann niður. Að því hann límdur. Þannig að þú veist, maður þarf að vanda sig. Ég með hvítt sofasett núna sem með hnöppum. Það var farið með það í hreinsun. Og það hefur greinilega verið bara sjóbleitt af því að svo riðguðu náttúrulega hnapparnir svo lag bara riðtaumur þannig að hvíta sofasett svona eins og sebrahestur í dag sko, fyrir nokkrum árum síðan þá var ég myndið að skoða bíl og það hefði verið reykt í honum mjög flottu bíl sem ég langaði í ég hringdi ekki í þig til þess að athuga hvort það væri hægt að ná reykingarlykt út úr bíl af því að þú svona fyrsta efstur á spýta það ekki þá bara ógerlegt að ná reykingarlykt úr bílum það af því að sko þetta fer ekki bara í sætin þetta fer í toppin, þetta fer í miðstöðina svampin þetta allstar í teppunum og þetta hörku aðgerð að láta reyna á það og ekkert víst að og sorglegt ef að texti og ekkert víst að það klikki það er svona alla líkur að klikki en sko þannig að það hægt að prófa það að því að það inni á þessu heimili sem ég að tala um það var svona ofboðslega fallegur sófi og þau eru svona alveg að báðum áttu hvort þau að láta prófa prófa lyktarreiðin frá Dr. Leður. Eru þau með tau eða leður? Það er tau, já. En það er líka þegar maður er að vinna með svona lyktarreiðir þá ekki nóg að sprauta bara á setun og bakið og þarf bara hvolfonum sprautað undir reyna að komast á það einhver ensím í þessu ekki sem að þetta bæði lyktar og bakteríudrepandi þetta efni sem ég með að því þú varst að tala um eggið aðan stóll sko tau áklæði vantarlega gefur sér fyrr hægt að ég myndi, örugglega sko hægt að bara láta yfirdekja það og setja bara nýtt áklæði þannig að það lítur út nánast eins og upprunalega lítur alveg eins út hvað kostar það? Já, það er næsta spurning það skulum við ræða hvað kostar það nýtt? Er það einu hálfa eða? Stóllin er ekki næstu að fara náttúrulega 2 milljónir í leðri kannski einu hálfi nei, það er ekki svo mikið 1300 Já, 12-1300 Ok, ég meina þegar þetta er talað í massnei april 24 bara að því ég er að fara að gera Svan að þá má reikna með svona 15 tíma vinnu í Svan bara segjum bara, ég er 2 daga
þú ert að taka náttúrulega gamla af Já. og þú gerir ekkert svan eða egg nema Þetta tala tau? Tau. Já. Setur ekki Hvað er það tíma, 2 og 5? Ég er búin að hækka í 3 og 5 að, þú skiptir bara alltaf svamp ég var einmitt að tala við masterinn minn í Danmörku af því að hann sagði, þú ert ekki að fara að rífa áklæð af því að það límt inn í þannig að þú ætlar að rífa það af það fer alltaf eitthvað með áklæðinu Þannig að þú ætlar að skera nýjan svamp inn í Nei, þú gerir það ekki Þú pantar hann frá Danmörku sérskorinn Formstift eða form Í ekki hann ekki allstar jafn þykkur en í svaninn hann allstar jafn þykkur en svona ákveðin skái allan hringinn kverkin þarf að vera hárrétt þú veist, ég myndi ekkert reyna að fara að vera svo sem þykist geta búið til hann svamp Þannig að það ástæða fyrir því að eggið kostar rúmar 2 milljónir Það bara alveg full ástæði fyrir því þar bara einhver manneska sem að sauma eggið þitt fyrir þig með höndunum sínum Já, þetta er handgert allt saman Já. Er eitthvað svona uppáhalds eitthvað stóll, sófasett eitthvað sem að þú hugsar, Óli, sem svona þetta bara toppurinn Svanurinn, ég elska svaninn Já, og þú með að tattúra það á þig Heyrðu, ég þarf með svona hann með að tattúra á sig Heyrðu, Svanurinn finnst mér alveg bara tímalös hönnun og ég búin að vinna marga svona stóla og til dæmis var á Hótel Sögu voru einhverju 30-40 svanir og þegar að saga lokaði þá var þetta bara boðið upp og þeir voru allir orðnir ógeðslegir og það var nú einn maður hér í bæ sem keypti nú bara 10 og þeir hafa komið til mín og fengið algjörlega nýtt líf að þeir voru í svona anelíni og þeir bara voru svo landakort allt sem heldist onni í þetta það bara, þeir voru allir freknóttir þannig að ég á nú 2 svani sjálfur og hef unnið mikið með svanin og ég elska að strjúka leðrið á hann ég fæ bara eitthvað út úr því að því að þetta verður svo fallegt eftir þetta maður verður svona alltaf að káfa maður er mjög rosalega káfari ég fyrir Nepal og alveg stríkan í bak og fyrir ég hitti með Eyjólfi í gróðurhúsinu í Hveragerði síðustu helgi og við vorum að mæla okkur mót og hann sagði við mig, mundu það bara ég geimdur bakvið þannig að kíkta á mig í vikunni að ég þarf að fara til að þeirri helgi og tala þessi Er þetta þá er þetta náttúrulega leðursvanur sem þú ert að tala já. Og er það eitthvað sérstaklega unnið Það er mjög misjant leður Það er bara alls konar Allt frá því að kaupa bara alveg pjúra anilín og upp í það að kaupa bara algjörlega svona varið og loka leður sem er náttúrulega praktiskara Hvaða húsgagn er þú með tattúerað á bakið Ég bara manna ekki ég er bara hrifin af öllu sem er danst Það er þannig Já og svona fyndi að segja það ég hefði náttúrulega átt að vera að fara til Danmörku fyrir löngu af því að þegar ég er rúmlega 20 og flytt til Reykjavíkur þá langaði mig að fara að læra gluggaútstillingar í Danmörku svo brást mér kjarkurinn og ég fór aldrei en það er alltaf svona blunda í mér að fara til Danmörkur og svo náttúrulega bara hef maður fylgst með þessum dönsku húsgögnum bara í gegnum árin en þú veist það er svolítið svona svanurinn og eggið þetta er svona svolítið sem að allir segja en mér bara finnst mjög margir danskir hönnuðir bara alls ekki síðri, Finnjúl, þú veist, það eru bara mjög margir og og ég er til dæmis núna nýbúin að kaupa sófa í stofuna heima hjá mér, hann er hannaður 1952 og var hannaður semst upphaflega fyrir radiohúsett í Kaupmannahöfn eins og mér finnst svanurinn frábært þá finnst mér ekkert sérst ég bara eggið er náttúrulega hannað sem svona í móttöku í hóteli já. Og það átti ekki að sitja þar allt kvöldið þú átti að tilla þar þú átti að tilla þar það er ekkert mjög gott að sitja í nei. Það þarf að vera púði en svo fyndi þegar maður er í þessum bransa þá bara sér maður náttúrulega bara stóra stóla allstaðar og lítur og eitt sem ég er búin að vera að fylgjast með núna það er sem sagt stólar fyrir fólk sem vinnur í sjónvarpi ef þú horfir á hvað bara í stúdíónu bara eins og Gísli Martin hann situr aldrei í stólnum hann situr hérna fremst það er ekki hægt að sitja í þessum stól ég tek bara svona sem dæmi ég ætla ekki að byrja einu svona á minni ræði sem ég er búin að taka upp á Stöð 2 nei, en þú veist þetta hefur áhrif á útsendinguna
Já, þú veist, allan, það fer líkamsburðin, líkamsstaðan. bara allt, þú veist, ég var bara síðast þegar Gísli Martin var í loftinu, ég bara verð að senda honum tölvupóst Vorum við á Gísla Martin? að því ég er að skoða stólinn. Já, hún er að skoða húsgögnin. Nei, ég skilji, þú veist, ég tek þetta bara sem dæmi, að því ég sjá þetta svo rosalega oft, það fer bara illa þá sem eru í settinu. Já, að því að það er sofasett og það er djúpt. Já, og bara einhvern veginn ekkert verið að hugsa þetta. Akkurat. En sko, talandi þessa stóla eins og ekkin og svo hinn, ég man aldrei hvað hann heitir. Sjöna Nei, það er hérna hægindastóli með svona timbri á hlið og leðri. Já, ímsstóli. Já. Það var einhvern tíma sagt, sagði mér maður að að gallinn við þessa stóla, bæði ekki og þann, er að þeir sem hönnuðu stólana voru svolítið lágvaxin. Já. Og þar alveg þetta, sko, þeir hönnuðu stólinn fyrir sig, sína hæð, og þar alveg passar hann ekki fyrir fólk sem er hærra. Erfitt að standa upp og eitthvað svona. Nei, það bara, þú veist, einhvern veginn líkamsstaðan á þér í stólnum. Ég veist, ímstólinn æðislegu, sko. Já, það? Já, hann er bara á listanum hjá mig, sko. Er hann ekki svona eitthvað svipað, 2 milljónir eitthvað, með skammir? Já, ég held að sé losa einhver rétt rúma milljón. Já, ok. En maður er með díl á pennunum. Já, og svo er hann náttúrulega líka uxinn, sko, stóri. Uxinn? Já. Já, hann er svona ekkert ósvipaður og ekki kemur svo rosa hot. Já, hann er rosalega flott. Já, það er margi flotti stólar maður. Og svo finnst mér náttúrulega líka, þú veist, blandaðu bara saman, þetta þarf ekki alltaf að vera eins og klift út og bóbeðri, sko. Nei. Þú veist, ég er alveg með, þú veist, ég er náttúrulega ekkert með mikið fínt heimi á mér, því ég er alltaf að gera eitthvað fyrir aðra heldur en sjálfa mig, og ef ég bólstra eitthvað þá er ég búin að gefa það, sko, eða það er ekki bara fyrir mína viðskiptavini. Já, ég ætla að nota þennan frasa á konuna mína næst þegar hún kvartar yfir því að það sé ekki búið að gera eitthvað heima hjá mér. Alveg, sko. Ég er bara, Ágústa mín, ég er bara svo mikið að, þú veist, aðstoða fólk. Bara að sauma einhverja svona litla púða bara til að hafa við bakið. Helgi sagði daginn, getum við ekki núna farið að fá púða heim? Ég er náttúrulega búin að sauma púða og gefi ammælisgjafir og jólagjafir og ef við erum búin í matabóðu eitthvað þeir fyrir alltaf með púða en það er ekki púðar heimi á mér, sko, þannig að gamlu góðu tættu púðarnir, sko. Þannig að þetta er svolítið, það situr, eigið heimili situr á hakanum. Aðeins að það er kannski þessum húsgögnum áður við hættum að, sko, húsgögnum, þú sagðir áðan, Óli, að sko, húsgögn í dag sem eru framleidd eru, sko, fjöldaframleidd og þar alveg ekki eins vönduð eru svona, hvað við segja, þorrin af húsgögnum í dag ekki eins vönduð eins og þau voru hérna klárlega, fyrir einhverjum áratugum. Já, það er nákvæmlega þannig. Þannig að, sko, það sem að, sko, var flutt til landsins hérna 60, 70, 80 það seldist allt af því að það var alltaf bara skortur á húsgögnum. Núna er bara offrambóð húsgögnum. Það eru húsgagnaverslanir allstaðar og það eru góðu hirðurinn. Já, og það er náttúrulega, þú veist, hérna sófadagar og vaskdagar og það er alls konar dagar, bara þannig menn haldi bara hérna velturhraðanum og húsgögn eru ekki eins góð í dag eins og þau voru. Nei. Og ástæðan fyrir því að svona margar húsgagnaverslanir og alltaf þessi tilbústaðar, þannig að fólk er alltaf endurnýja. Það er bara verið að endurnýja húsgögn, bara, ég þekki það bara sjálfur ef maður kaupir sér einhver ódýra möblu. Líftíminn er eitthvað svona 5 ár, já, svona 4 til 8 ár. Og þá er það bara búið, annað gott svampurinn eða áklæðið. Þá þarf það að fara aftur út í verslun. Okay. En sko, svo kemur maður inn á heimili hjá fullorðnum fólki sem er búin að eiga sama sófasetti í 30, 40 pluss ár. Og maður sér þetta líka í bílunum. Já. Það er alltaf verið að finna upp einhver ódýrari efni til þess að annað gott að græða meira á bílunum að þið ekki lækka þér í verði. Og þetta, ég lifi náttúrulega þessu. Ég elska þetta þegar menn eru frá að tróða einhverju drastli í bílana. Þá er ég náttúrulega bara að laga og kanta eða skipta áklæði. En sko, þá erum við, ég ætla bara að vera svolítið eins og tannlækni sem er að reyna að gera þessi atvinnlega svona því að þú eru duglegur að busta og nota tannþráð og allt þetta. Að, þú veist, ég segi fólk, keiftu vandaði upphafi, þú veist, þá er hægt að laga. En þá hefur ekki efnaði, kaupa vanda í byrjun. Sko, viltu þá ekki bara frekar fara í góðahirðin, eiga það í 2 ár, safnaði fyrir fallegum góðum sófa og 8 það sem eftir er. Það er í alvörinu svoleiðis. Og ég er búin að gera alveg nokkra Erik Jörgensen sófa. En maður gleymir ekki að hreinsa og bera á leðrið. Nákvæmlega. Við komum að því eftir smá stund. Já, akkurat, ég var einmitt núna að taka sófasett rétt eftir jól
sem ég tók semst ónýtt leður af og það var ónýtt olíu og það er ekki það er satt og þá viðurkenndu þau bara við vorum ekkert að passa að verja það fyrir sólinni við höfum aldrei borið á það við höfum aldrei gert neitt og ég vissum ef það hefði fengið þá meðhöndlun þá hefði ég ekkert verið að yfirtekja þetta sófasett upp á nýtt en það var sett í taug núna og það sá ekki á neinu undir leðrinu. Það var bara öll bólstrun, allur svampur var í fullkomnu lagi. Það var 30 ára gamalt danst sófasett sem var keypt. Hvað tegund? Ég bara... Nei, ok. Að þú varst að nefna Já, veistu það, ég man ekki bara núna þegar þú spyrð nákvæmlega hvað það heitir en þú veist, það er til fullt af þessum settum og Erik Jörgensen segir sófatin sem fórst til dæmis í Epal þeir eru með rosalega góðum svampi og ég er búin að taka marga sófa og það þarf ekki að skipta neitt nema áklæð það er bara allt í lagi með allan svamp, alla grind, allt en ég er líka búin að fá 10 ára gamlan sófa sem er bara úr kassafjölum ég meina það, bara illa smíðað og maður bara skilur ekki en maður þarf að eiga helviti ríkan pappa ef maður er að fara að kaupa sér flott húsgagn þegar maður er að byrja að búa af því að svona sófar sem þú ert að tala þetta losa bara 2 milljónir já það er samt þú getur og sumir sjá aldrei 2 milljónir nei, þú veist ég gerir mig grein fyrir því en reyndu það allan að velja eins vel og getur og það ef þú ert að fara að kaupa þér nýja eins og ungt fólk kaupir sér kannski mjög ódýran sófa eftir örfa ár eru náttúrulega bara orðin óana með hann því að hann er ónýtur hefði þá ekki bara verið betra að taka einn og góða hérinum, henda yfir hann teppi og bara safnaði fyrir og þá meinaru þá í staðin fyrir að vera að kaupa og endun í á 5 ára fresti að kaupa eitthvað sem endist í 15-20 en fær maður ekki þá leiða á þeim spyr eitthvað kannski ekki ef þú kaupir klassík en ég spyr nú bara sem rekstramaður þurfum við ekki allir að lifa, þurfum við ekki bara að lifa húsgagnarverslunum að lifa og þurfum við ekki að halda frá verslunum en hvort viljum við lifa á því að selja hratt og ódýrt eða færri eintök og vandaðri þjóðfélagið er einhvern veginn þannig í dag að það er skyndi byttamatur og svo hratt og þetta er náttúrulega bara þróun sem getur ekki gengið og við erum búin að átta okkur á því en að þjóðlega þú nefndir alls konar efni það er leður og svo pleður það eru bílsæti í dag ég ætla bara að nefna tegundina það eru marga tegundir reyndar en að því að ég á Tesla og er mjög hrifinn af Teslum það er pleður í þeim eða ekki þeir kalla það vegan leður það er ekkert leður nema sér leður það er tilnætt vegan leður og það er ég alltaf þegar ég keyri fram með Tesla þá kíki ég alltaf inn í hana það er hægt að fá svört og hvítsæti og ég segi hjúk þessum er í svörtsæti að því að hvítu sætin eru mjög erfið ef það kemur fatalitur eða eitthvað í gallaböksunar lita í sætin það er erfitt að ná því af það er mjög erfitt að ná því af en það er því miklu einfaldar í leðri og þá kannski ef þú nærði ekki úr leðri þá getur alltaf pússa niður glæruna þrifið, litað og nýja glæru yfir þá getur svona bjarga því en þú gerir það ekki í plastinu enginn komið til þín og beðið að setja ekta leður yfir sæti? Ekki við Tesla, nei. Ekki ennþá ég er að því að Óli var að segja að það væri ekki til neitt leður nema bara leður af kýrhúði eða hvað sem það er að þá var ég að fá pröfu frá Mexíkó af kaktusaleðri kaktusalegri það er semst unnið úr kaktus og það er farið að nota það í tísku bransanum og það eru, ég held að það sé Audi frekar en Benz sem er farið að nota það í stýri og sæti þannig að þú veist hvernig er að halda kaktusaleður í stýri það stingur svolítið þú rennur allavega ekki í sætinu það rennur ekki í sætinu þú veist, mér finnst bara gaman að geta haft þetta val þú veist, að sína mér þessa bröð elsku mér, gera á eftir þú fara skullir og þú veist, bara að fólk hafi val ég meina, sumir eru vegan og vilja bara halda sig við það það er geggjað að fara á leðusýningu þið skulle gera það ekkert þegar þið fara til Ítalíu og eitthvað svona fara á einhver svona leðumessu að því að þróunin og það sem er til er með hreinum ólíkindum þú getur farið með mynd af familíunni og bara látið prenta hana bara á leðurhúð
eða bara fullt af litlu myndum á leðurhúð og svo getur ég bara klætt fyrir því stólana eða Þórhalla eða einhver annar bólstjóri. Svo situr þú bara á familíunni. Það var bara familíun, amma og afi hérna á arminum og svo náttúrulega allt munstri sem hægt að valsa í þetta, það náttúrulega bara óendalegt. Þetta er mjög skemmtilegt. Ómisstíkt. Þannig ef þið eruð einhvern tímann þetta er náttúrulega mjög sterkt á Ítalíu. Já. Ef þið eru að þvælast þar þá hérna mæli ég með þið farið á leðumessu. Leðumessu. Smekkur kannski okkar á Íslandi er annar heldur en víðar. Já, og ég sé það bara á áklæðunum sem ég er að velja að þú veist byrgjarnir mínir úti vilja reyna að selja mér alls konar rósóttómunstra og allt það að það er náttúrulega miklu minni eftirspurn eftir því hér heldur en til dæmis í Danmörku. Það sem menn hika ekki við að setja rósótt eða bara alls konar lífleg áklæði á einn og einn stóli eða jafnvel heilu og hálfu sófasett. Við erum svolítið svört hérna. Við erum svolítið eins og grámiglan hérna í veðurfari. Hann Emil í kríinu var að segja mér að fólk kemur inn og horfir á skærbleikan Racer. Geggjaði litur. Vá, hvað er flottur. Þegar ég ætla að fá svartan. Já. Þetta er ótrúlegt. Akkurat. En mér datt í huga að því við vorum að tala vönduð húsgögn. Sjáuð þið, þegar þið fáið sófasett eða stól sem er kannski 50 ára gamall og mjög vöndu smíð, þegar þið byrjað að opna hann, þá sjáuð þið væntanlega á handbragðinu hversu hvað var lagt mikið í hann. Já. Og það er kannski ástæðan fyrir verðinu, að því mér datt í huga það var úrsmiður sem ég þekki sem fekk að labba í gegnum Patek Philippe úr af vesmiðuna og þetta eru dýrustúr í heimi eða ein dýrustúr í heimi. Og þegar hann kom út úr vesmiðuna þá sem hann býtu af hverju getið þið framleitt svona ódýrt. Já, akkurat. Já, einmitt. Að því að mannshöndin náttúrulega, þetta er bara handsmíðað. Já. Svona mestu leyti. Akkurat. En ég var að yfirdekja stól og ég sagði, já, þetta verður nú ekkert mál og rífa á hannum. Heyrðu, grindin, ég held ég geti bara tekið arman af, þú veist, yfirleitt er það þannig. Nei, þetta var bara heft með, svona stóru heftum. Og þú losar enga arma af eða tekur stólinn eitt í sundur þegar það er engin skrú, heldur bara hefti. Já. Þú veist, þú haggar því ekki neitt. Nei. En það kom á daginn að áklæði var bara saumað svo kápa, stóllinn bara hreinlega klæddur í. Og þá skipti engu máli með línurnar því að þetta var leðurlíki, svo grjóthart að hvort þú varst búin að slétta undirlagið breytti bara engu því að þetta var bara svona eins og skel utanum sem að ekkert haggaði. Ég var svo heppin að fá uppeldi í samtíð bólstrununa. Ég byrjaði að vinna í húsgagnaframleiðslu og við vorum að framleiða fyrir fullt af kaupmönnum í kringum all landið og þá svona lærði ég bara þú veist, við vorum að svampa og klæða, þarna er ég 15, 16, 17 ára þannig að það var svona mitt uppeldi. Og svo seinna meir þegar maður fer að skjóta á alla skrippbórstólana fyrir pennan og vinna það allt saman og svo þegar maður var 38 ára þá fattaði maður það að maður var orðinn heyrnarlaus út af heftibissina þegar maður var aldrei með skjól eða tappa. En það er til dæmis og svo þegar ég var þannig 38 ára búin að missa 40% heyrninni, fertugur þá var ég komið með plus 1,5 í glerugum og 45 ára fór ég í pottin upp í bústað og fór í kaf og kom svo upp úr og þá sagði konan mér við mig, herðu, þú ert að vera sköllóttur. Þannig ég fór að keypt mér Harley Davidson. Heyrnarlaus blindur og sköllóttur. Þannig að ég ákvað bara að sleppa heftibissina mestu í bólstrunni og núna er ég bara að vinna með sprautubissu eða loft og eitthvað. Það er til lausnir, það er bara að vera með gott bós á peltorinn bara. En það reyndar er að koma svolítið illa út núna. Helgi fekk svoleiðis ný headset í jólagjöf frá fyrirtækinu og hann heyrir ekkert í mér. Ég stend á gólinu á miðverkstæðaskólinu og hann var eitthvað að dingla sér í sínu þannig að þetta er svolítið svona þetta er plúsar og mínusar. Já, plúsar og mínusar. En það er vinnuvernd skiptir líka miklu máli í þessu. Algjörlega. Og við vorum að smíða okkur til dæmis bara límklefa eins og þú út með sprautuklefa. Með útsögi. Með útsögi og þetta bara make or break. Bara ekkert lím í loftinu og bifárinn í nefinu þeir eru ekki stútfulla lími og allir edrú. Og allir tiltölu edrú. Ég er náttúrulega bara með náttúruleg vassuppleysa lím sem eru ekki með einhverjum eiturefnum. Já. Þannig að það er eitt af þessum atriðum sem ég vil hafa. En skilabúðin út í samfélagið, við þurfum aðeins að hugsa, horfa á möblurnar áður við hendum þeim
Já, bara algjörlega, að hvort og vera ófeimin að hugsa bara, þú veist, ég má setja peningi í endurnýja alveg eins og ég má setja peningi í að kaupa nýtt. Akkurat. Og þú veist, og ef þú getur sparað einhverja 10.000 eða, þú veist, það þá ekki bara pluss? Þú ert alveg með nýja vöru. Þú veist, þó að grunnurinn sé eitthvað sem að búa til áður. Það er rosalega einfalt að reyna að koma að staðið bara hvað maður á að gera við gamla húsgagnin sitt. Það er bara að senda myndir á bólstrara eða ringja og við erum öll að vilja gera til þess að svara ykkar spurning. Og að því þú komst aðeins inn á það áðan, að það er mikið atriði sem að fólk átt að segja ekki á, að það er að þrífa og bera á leðrið. Algjörlega. Af því annars bara skemmist það. Já. Og verja húsgang fyrir sól. Lágmark 2 ári segi ég segi alltaf að gera þetta á vorin þegar sólin er að hækka á lofti og svo þegar að bara næringu, þá er ég að hreinsa og næra já, ok og svo bara fyrir jólin, það er ágætist 10 púntar og það fæst á drleður.is já vilt svo skemmtilega og bara upp á Krókalsi sko vörurnar mínar hjá mér líka já, akkurat, sko vörurnar mínar fást á sko 25 stöðum í kringu landi það er ekkert þannig að bara endilega hafið sambandið við vita hver það fæst já, Ólafur Geir Magnússon, drleður takk fyrir komuna og Þórhalla Sólveig Sigmarsdóttir Bólstrar er á Smiðju V6 já, Rauðagatan Skáholta móti Axis, var það ekki? Jú. Já, takk fyrir komuna og takk fyrir frábært og skemmtilegt spjall Takk fyrir mig